Góðan daginn og velkomin að þennan fundi Sveitarstjórnar Aðalbyggðar sem haldinn hér í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Þetta fundur númer 220. fundur sveitarstjórnar á nýju kjörtímabili. Ég ætla sérstaklega kannski að bjóða velkomin nýja sveitarstjórnarmenn, þá Ingibjörgu, Guðlaug og Garðar, þó ég bjóði hinn sérstaklega velkomin líka. En við göngum bara til dagskrár og ég ætla fyrst að fara yfir skýrslu kjörstjórnar. En á kjörskrá voru 517 manns, 265 karlar og 252 konur. Alls greiddu 319 atkvæði og var kjörsókn 61,7%. Auðir seðlar voru 8 og ógildir 2. Eftir taldir hlutu kjör sem aðalmenn í Sveitarstjórn Dalabyggðar. Ingibjörg Þóranna Steinudóttir 199 atkvæði, Eyjólfur Ingvi Bjarnason 195 atkvæði, Garðar Freyr Vilhjálmsson 191 atkvæði, Guðlaug Kristjánsdóttir 185 atkvæði, Einar Jón Geirsson 168 atkvæði, Þuríður Jóna Sigurðardóttir 132 atkvæði, Skúli Hreinn Guðbjörnsson 132 atkvæði. Eftir taldir hlutu kjör sem varamenn. Í fyrsta sæti Sindri Geir Sigurðarson 97 atkvæði, í annað sæti Alexandra Rut Jónsdóttir 129 atkvæði, þriðja sæti Jón Egill Jónsson 88 atkvæði, fjórða sæti Ragnheiður Pálsdóttir 81 atkvæði, fimmta sæti Anna Berglind Halldórsdóttir 67 atkvæði, sjötta sæti Guðrún Erna Magnúsdóttir 68 atkvæði, sjöunda sæti Bjarney Jónsdóttir 96 atkvæði. Og þessir aðilar eru réttkjörnir aðal- og varamenn Sveitarstjórnar Dalabyggðar næstu 4 árin. Þá það næsta mál, það kjör oddvita og ég með tillögu að Eyjólfur Ingvi Bjarnason verði oddviti til 1 árs í Sveitarstjórn Dalabyggðar. Fleiri tillögur? Svo ekki, þessum geta samþykkt það að Eyjólfur Ingvi verði oddviti Dalabyggðar næsta árið, gerur svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Þá ætla ég bara að gefa Eyjólfi orðið og hann tekur við fundarstjórn. Takk. Ég vil þakka fyrir það traust sem sýnt að vera oddviti Dalabyggðar, en við þurfum að kjósa varaoddvita og ég með tillögu að Ingibjörg Þóranna Steinudóttir verði varaoddviti Dalabyggðar. Einhverjar aðrar tillögur? Svo virðist ekki vera. Þeir sem samþykkir því gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá Ingibjörg Þóranna Steinudóttir réttkjörin varaoddviti Dalabyggðar til 1 árs. Þá dagskrárliður 3, það kosning aðal- og varamanna í byggðarráð, en það þarf að kjósa til 1 árs 3 aðalmenn og jafnmarga varamenn í byggðarráð og það á við leynilega kosningu. Og við kjósum fyrst aðalmenn og það á að skrifa 3 nöfn á seðilinn. Það verður að fullna? Nei, það bara að sé greinilegt hver það Það Skúli, Einar Jón og Guðlaug. Guðlaug, Einar Jón og Skúli.
Einar Jón, Skúli og Guðlaug. Guðlaug, Einar Jón og Skúli. Skúli, Einar Jón og Guðlaug. Skúli, Einar Jón og Guðlaug. Einar Jón, Skúli og Guðlaug. Þannig að réttkjörnir aðalmenn í byggðarráð Dalabyggðar til eins árs eru Skúli Hreinn Guðbjörnsson, Einar Jón Geirsson og Guðlaug Kristinsdóttir. Þá þarf að kjósa varamenn. Og við dreifum hér aftur seðlum. Ég ætla að gera það tillögu minni að þið númerið 1, 2 og 3 og fyrsta nafn sé þá fyrsti varamaður og við teljum sérstaklega þau í hvert sæti fyrir fyrsta, annan og þriðja varamann. Teljum þá fyrst í fyrsta sæti, það er Þuríður. Það er Þuríður. Þuríður. Það er Þuríður. Það er Þuríður. Það er Þuríður. Og það er Þuríður. Þannig að Þuríður Jóney Sigurðardóttir er rétt kjörinn sem fyrsti varamaður í byggðarráð. Þá teljum við í annað sæti. Það er Garðar. Það er Garðar. Það er Garðar. Það er Garðar. 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 Og Garðar. Þannig að Garðar Freyr Vilhjálmsson er rétt kjörinn sem annar varamaður í byggðarráð með 7 atkvæðum. Þá er það þriðja sætið eða þriðji varamaður í byggðarráð. Það er Ingibjörg. 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 Ingibjörg og Ingibjörg. Þannig að Ingibjörg Þóranna Steinudóttir er rétt kjörinn þriðji varamaður í byggðarráð. Og þá þarf að kjósa formann byggðarráðs og ég dreifi hér aftur miðum. Það er Skúli. Skúli.
Skúli. Skúli. Skúli. Skúli. Og Skúli. Skúli Hreinn Guðbjörnsson réttkjörinn formaður byggðarráðs til 1 árs. Þá næst dagskrárliður 4, það kosning í nefndir samkvæmt A-hluta 48. greinar samþykktar Dalabyggðar. Og við munum ekki skipa í allar nefndir núna, en við munum kjósa hér í þarna. Við munum fresta afgreiðslu, það verður haldinn annar fundur eftir hálfan mánuð, þar sem við ætlum að auglýsa eftir fólki. Ég geri hér tillögu minni að við auglýsum eftir fólki til að sitja í nefndum á vegum Dalabyggðar. Og ég ætla að bera þá tillögu í raun og bara fyrst upp að sveitarstjórn samþykkir auglýsa eftir fólki sem býður sig fram til setu í nefndum og þeir aðilar sem eru áhugasamir þurfa að tilkynna það til skrifstofu Dalabyggðar fyrir 10. júní næstkomandi. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu? Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem samþykkir þessari tillögu gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. En samkvæmt A-hluta þá þarf að kjósa í kjörstjórn, við frestum því. Það þarf að kjósa í umhverfis- og skipulagsnefnd, við frestum því. Það félagsmálanefnd sem einnig frestað og fræðslunefnd sem frestað, menningarmálanefnd sem frestað, atvinnumálanefnd sem frestað og fjallskilanefnd sem þarna, þeim líka frestað þá til næsta fundar. En stjórn dvalar- og hjúkrunarheimilis Silfurtúns, við getum kosið hana núna því að sú nefnd eingöngu skipuð aðalmönnum í sveitarstjórn. Og það þarf að kjósa 3 fulltrúa úr röðum sveitarstjórnarmanna og 3 til vara. Og ég geri það tillögu minni að Skúli Hreinn Guðbjörnsson, Guðlaug Kristinsdóttir og Þuríður Jóni Sigurðardóttir séu aðalmenn í stjórn Silfurtúns. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu? Svo virðist ekki vera. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Og varamenn í stjórn Silfurtúns verði þá í þeirri röð. Það fyrsti varamaður sé Einar Jón Geirsson, annar varamaður Garðar Freyr Vilhjálmsson og þriðji varamaður Ingibjörg Þóranna Steinudóttir. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu? Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Og þar til að hefur verið skipað í allar nefndir þá legg ég til að byggðarráðið verði falið að taka til umfjöllunar þarna erindi sem eiga að berast til nefnda. Þeir sem eru samþykkir því að byggðarráð taki til afgreiðslu þau nefndarerindi sem það sem þyrfti að fara fyrir nefndir núna allra næstu vikum. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu? Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 5, það kosning í stjórnir og samstarfsnefndir samkvæmt B-hluta 48. greinar samþykkta. Það almannavarnanefnd, við frestum því þar til á næsta fundi. En það heilbrigðisnefnd og það þarf að kjósa aðal- og varafulltrúa á aðalfund heilbrigðisnefndar Vesturlands. Það tillaga að Skúli Guðbjörnsson sé aðalmaður og Ingibjörg sé varamaður. Þeir sem vilja ræða þá tillögu. Þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún samþykkt samhljóða.
Það eru öldungar á Dalabyggðar, Reykhóla og Strandabyggðar. Sveitarstjórn þarf að skipa 1 fulltrúa og 1 til vara. Og ég er hér bara með tillögu að Einar Jón Geirsson sé aðalmaður og Guðlaug Kristinsdóttir varamaður. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu? Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Það er landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga, en samkvæmt samþykktum Sambands íslenskra sveitarfélaga þá á Dalabyggð að kýs sveitarstjórn aðal- og varafulltrúa á landsþing sambandsins. Og það er hér tillaga að Garðar Freyr Vilhjálmsson verði aðalmaður og Þuríður Sigurðardóttir varamaður. Einhvers vill ræða þá tillögu? Kveður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefur merki. Þá er næst á listanum það er fulltrúaráð Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands. Ég legg til að því sé frestað til næsta fundar. Það eru svo samtök sveitarfélaga á Vesturlandi. Það þarf að kjósa 2 aðal- og varamenn á aðalfund samtakana og tilnefna fulltrúa í stjórn og varastjórn samtakana. Ég geri það tillögu minni að aðalmaður Dalabyggðar í stjórn SSVAF sé Eyjólfur Ingvi Bjarnason og varamaður Ingibjörg Þórana Steinudóttir. Einhvers vilja ræða þá tillögu? Þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er fulltrúar á aðalfund Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Ég geri það tillögu minni að Skúli Guðbjörnsson og Ingibjörg Þórana séu aðalmenn á aðalfund og Eyjólfur og Guðlaug Kristinsdóttir séu varamenn á aðalfund SSVAF. Einhverjum vilja ræða þá tillögu? Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Það er sorpbörðun Vesturlands. Það þarf ekki að frestum því til næsta fundar. Það þarf ekki að tilnefna fulltrúa í stjórn, en það þurfti að kjósa á aðalfund, en það verður ekki haldinn aðalfundur fyrir í mars 2023 næst. Og svo er Fjölbrautaskóli Vesturlands. Það er í fulltrúaráði, frestum því til næsta fundar. Það er Dalagisting EHF og það er hér tillaga að Eyjólfur Ingvi Bjarnason fari með atkvæði Dalabyggðar á aðalfundi félagsins. Einhverju vil ræða þá tillögu? Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Síðan þarf að tilnefna 3 fulltrúa í stjórn og 2 til vara. Og það er hér tillaga að Eyjólfur Ingvi Bjarnason, Garðar Freyr Vilhjálmsson og Guðlaug Kristinsdóttir verði fulltrúar Dalabyggðar í stjórn Dalagistingar og Þuríður Sigurðardóttir og Ingibjörg Þórana Steinudóttir séu varamenn í stjórn Dalagistingar. Einhvers vilja ræða þessa tillögu? Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst Dalaveitur EHF, en sveitarstjórn kýs fulltrúa á aðalfund og tilnefnir 3 fulltrúa í stjórn og 3 til vara. Og það er hér tillaga að Skúli Hreinn Guðbjörnsson fari með atkvæði Dalabyggðar á aðalfundi félagsins. Einhvers vill ræða þá tillögu? Kveður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá er tilnefning til stjórnarsetu. Ég geri þetta bara tillögu að Skúli Hreinn Guðbjörnsson, Einar Jón Geirsson og Guðlaug Kristinsdóttir séu stjórnarmenn í Dalaveitum og varamenn í stjórn séu Þuríður Jóney, Garðar Freyr og Ingibjörg Þórana. Einhvers vill ræða þá tillögu? Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er samráðsvettvangur Vesturlands, við frestum því til næsta fundar. Það er fasteignafélagið Hvammur EHF og það er tillaga að Einar Jón Geirsson fari með atkvæði Dalabyggðar á aðalfundi
Einhver vill ræða þá tillögu? Þeir sem eru samþykkið þeirri tillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og það þarf að tilnefna í stjórn félagsins 2 aðila. Og það er hér tillaga að Einar Jón Geirsson og Ingibjörg Þóranna séu fulltrúar Dalabyggðar í stjórn. Og Garðar Freyr og Guðlaug séu varamenn í stjórn Fasteignafélagsins Hvamms. Einhver sem vilja ræða þessa tillögu? Þeir sem eru samþykkir henni gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er fóðurriðan í Ólafsdal e.h.f. og það þarf að kjósa aðal- og varafulltrúa á aðalfund og tilnefna fulltrúa í stjórn og fulltrúa til vara. Og það er hér bara tillaga að Eyjólfur Yngvi Bjarnason sé aðalmaður og bæði á aðalfund og í stjórn og Þuríður Jóni sé varamaður. Einhvers vill ræða þá tillögu? Þess er engin hljós, þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er menningar- og framfarasjóður Dalasýslu við frestum því til næsta fundar og sömuleiðis frestum við til næsta fundar minningarsjóði Finns Jónssonar frá Geirmundarstöðum og við frestum minningarsjóði Péturs Oddssonar prófast í Hvammi til næsta fundar og við frestum til næsta fundar að skipa fulltrúa sem fer með atkvæði í Veiðifélagi Laxdæla og Veiðifélagi Laxár í Hvammsveit. En við þurfum að skipa í fulltrúaráð þarna Húsnæði sjálfseignarstofnunar á Bakka Hvamms, HSES. Og við þurfum að skipa 6 fulltrúa samkvæmt lögum í þetta fulltrúaráð. Þessir fulltrúar mega ekki verið í stjórn Bakka Hvamms HSES, þannig að ég geri hér að tillögu minni að þeir 6 fulltrúar sem að við skipum í fulltrúaráð núna séu Garðar Freyr Vilhjálmsson, Ingibjörg Þóranna Steinudóttir, Guðlaug Kristinsdóttir, Þuríður Jóni Sigurðardóttir, Alexandra Rut Jónsdóttir og Guðrún Erna Magnúsdóttir. Einhvers vill ræða þessa tillögu? Guðs er engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Það er svæðisskipulagsnefnd Dalabyggðar, Reykhólahreppar og Strandabyggðar. Við frestum því til næsta fundar. Og svo er það byggðarsamlag brunavarnir Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar og sveitarstjóri er fulltrúi í stjórn en sveitarstjórn kýs síðan varamann. Og það er hér tillaga að Eyjólfur Yngvi Bjarnason sé varamaður í stjórn byggðarsamlags brunavarnir Dalabyggðar, Reykhóla og Strandabyggðar. Einhvers vill ræða þá tillögu? Það kveður sér engin hljós, þess sem eru samþykkir því gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá er næst dagskrárliður 6, það er kosningi verkefnabundna nefndir samkvæmt C-hluta. Það þarf þá að staðfesta áframhaldandi skipun byggingarnefndar íþróttamannvirkja í Dalabyggð. Ég geri það tillögu minni að skipun byggingarnefndar sé áfram með sama hætti þó með þeirri þá breytingu að Guðlaug Kristinsdóttir sem var skipuð sérstaklega í nefndina er þá í raun og veru núna komin inn í byggingarnefnd sem þarna fulltrúi gegnum byggðaráð og ég geri þá tillögu minni að Ingibjörg Þóranna Steinudóttir sé komið inn sem fulltrúi í byggingarnefnd. Þessum er einhver sem vilja ræða þessa tillögu? Þessum engin hljós, þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá er dagskrárliður 7, það er ráðning sveitarstjóra. En Kristján Sturluson hefur tjáð okkur að hann mun ekki sækjast eftir endurráðningu hér í Dalabyggð. Og það hefur verið aflað tilboða frá 3 ráðningarstofum vegna aðstoðar við að ráða nýjan sveitarstjóra. Og það er hér tillaga að ganga til samstarfs við Hagvang ráðningu sveitarstjóra sem
er með hagstæðasta tilboð af þessum 3 sem hefur komið fram. Einhver sem vil ræða það sérstaklega. En þeir sem eru samþykkir því að Hagvangur þarna annist þetta ráðningarferli og annist ráðningarferli fyrir hönd Dalabyggðar gefur merki. Það er samþykkt samhljóða og mun starf sveitarstjóra vera auglýst og Hagvangur mun annast þarna ráðningarferlið. En samningur eða ráðningarsamningur við Kristján Sturluson, hann rennur út núna 15. júní næstkomandi og ég geri það tillögu minni að byggðarráði verði falið að gera samning við hann vegna starfs sveitarstjóra og meðan unnið er að ráðningu eftirmanns hans í starfið. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu? Það kveður sér engin ljós. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 8. Það er undirbúningur íþróttamannvirkja í Dalabyggð. En útboðsfrestur vegna alútboðs, hann rann út 20. maí síðastliðinn klukkan 14 og það bárust engin tilboð í alútboð á íþróttamannvirkjum. Og ég geri það í raun og veru bara tillögu minni að byggingarnefnd íþróttamannvirkja að henni verði falið að gera tillögur næstu skref. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu sérstaklega? Það kveður sér engin ljós. Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 9. Það er frístundaakstur. Þetta er tillaga sem kemur frá nýkjörnum sveitarstjórnarmanni, Ingibjörgu Þórunni Steinudóttur, sem leggur til að vinna við að skipuleggja frístundaakstur á milli Búðardals og Lauga fyrir næsta vetur verði sett strax á stað á fyrsta fundi fræðslunefndar og byggðarráðs og aksturinn verði komin á þegar æfingar hefjast aftur í haust. Skipuleggja þarf þetta vel í samráði við skóla og íþróttafélagið Undra. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu? Skúli. Oddviti, sveitarstjórnarmenn, ég vil bara aðeins bæta við þetta. Það er flott að fá svona nýjar tillögur hjá nýjum sveitarstjórnarmanni, bara takk fyrir það. Ég vil kannski leggja til að ungmennaráði verði líka falið að taka þessa tillögu til skoðunar og svo kannski væri mjög sniðugt að hafa samráð við íþrótt- og tómstundafulltrúa til að geta samræmt allt ferlið í öllu sem hægt er til að reyna að gera þetta eins ódýrt og auðvelt og hægt er ef það verður niðurstaðan. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin ljós. Ég geri þá bara tillögu minn að tillögu Ingibjargar verði vísað til fræðslunefndar byggðarráðs og ungmennaráðs ásamt að haft verið samráð við íþrótt- og tómstundafulltrúa. Þau sem eru samþykkir þeirri tillögu gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá eru næst fundargerðir til staðfestingar. Það er fyrst fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar. Það er fundur númer 126. Einhvers vill ræða þá fundargerð sérstaklega? Kveður sér engin ljós. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinu gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er að dagskrárliður 11. Það er fræðslunefnd Dalabyggðar. Það er fundur númer 110. Þar voru 6 mál á dagskrá. Skólastefna Dalabyggðar, skóladagatal, erindi vegna skólamáltíða, nám í lífsleikni og málefni sem snúa að skólastarfi næsta skólaárs. Einhvers vilja ræða þessa fundargerð sérstaklega? Það kveður sér engin ljós. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinu gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrárliður 12. Það er stjórn Silfurtúns, það er fundur númer 58. Þar voru 2 mál á dagskrá rekstur Silfurtúns og varðandi samstarf rekstur öldrunarheimilis. Einhverjum vilja ræða þessa fundargerð sérstaklega? Það kveður sér engin ljós. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinu gefur merki.
Hún er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrárliður 13, það er fundargerð byggðarráðs, það er fundur 289. Þar voru 11 mál á dagskrá. Einhvers vill ræða þá fundargerð sérstaklega. Það kveður sér engin ljós þau sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður 14, það er byggðarráð Dalabyggðar, það er fundur nr. 290. Það voru 3 mál á dagskrá. Einhvers vill ræða þá fundargerð sérstaklega. Skúli. Oddviti, góði fundamenn, ég vil bara aðeins nefna fyrsta liðin, sælingstarflög. Bara ítreka það enn og aftur og það vantar fólk til að vinna þar í sumar. Ef einhver hlustar og heyrir eða veit einhvern, endilega vísa honum á þetta flotta starf sem er í boði þar. Takk. Takk fyrir þetta Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls. Það kveður sér engin ljós þess sem eru samþykki fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er þetta næst dagskrárliður 15, það er aðalfundur Veiðifélags Laxár í Hvammsveit 2022. Það liggur hér fyrir fundargögnum og mun fylgja með fundargerð fundarins ásamt ársreikningi. Svo er það dagskrárliður 16, það er Sorpurðun Vesturlands HF. Það liggja hér fyrir fundargögnum fundargerðir aðalfundar og fundargerðir stjórnarfundar frá 7. mars og 4. maí síðastliðinn. Einhvers vill ræða þær eitthvað sérstaklega. Svo er ekki. Þá er dagskrárliður 17, það eru fundargerðir stjórnar Bakkahvamms HSES. Það liggja hér fyrir fundargerðir stjórnar frá 5. maí og 24. maí síðastliðinn. Einhvers vill ræða þær fundargerðir. Það kveður sér engin ljós. Þá er dagskrárliður 18, það eru fundargerðir stjórnar Dalaveitna. Það liggur hér fyrir fundargerð stjórnar frá 12. maí. Einhvers vill ræða þá fundargerð. Það kveður sér engin ljós. Þá er dagskrárliður 19. Það er verkefnisstjórn Dalaauðs. Það liggur hér fyrir fundargögnum fundargerð verkefnisstjórnar frá 3. maí síðastliðinn. Það kveður sér engin ljós. Þá er dagskrárliður 20, það eru fundargerðir Breiðafjarðarnefndar. Það liggur hér fyrir fundargerð nefndarinnar frá 25. apríl síðastliðnum. Svo er dagskrárliður 21, það eru fundargerðir Fasteignafélagsins Hvamms EHF. Það eru fundargerðir stjórnar frá 25. maí síðastliðnum. Það vill enginn ræða hana. Svo er dagskrárliður 22, það er sameining sveitarfélaga, skoðun og valkostagreining. En samhliða sveitarstjórnarkosningunum 14. maí síðastliðinn fór fram könnun sameiningarkosti og það voru 304 sem tóku þátt í þeirri könnun. 240 svöruðu játandi spurningunum hvort Dalabyggð ætti að hefja sameiningarviðræður. Nei sögðu 22. 26 merktu við að þeir hefðu ekki skoðun og 15 seðlar voru auðir og 1 ógildur. Þannig að yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem tóku þátt svöruðu spurningunni játandum að Dalabyggð ætti að hefja sameiningarviðræður við annað sveitarfélag. Síðan var spurning hvaða sameiningarvalkostur væri æskilegastur. Þá voru það 88 sem að nefndu sameinað sveitarfélag Helgafellssveitar og Stykkishólms. 71 sem að merktu við Húnaþing vestra og 94 sem merktu við annað. Og skiptingin á þessum 94 sem að merktu við annað, þá voru 25 sem að sögðu Reykhólahreppur og eða sveitarfélög á Ströndum, 23 sem sögðu Húnaþing vestra ásamt Reykhólahreppi og eða sveitarfélögum á Ströndum, 19 sem nefndu Borgarbyggð, 12 sem nefndu Stykkishólm, Helgafellssveit ásamt Reykhólahreppi og eða sveitarfélagi á Snæfellsnesi og 15 voru með þarna aðra valkosti eða færri en 5 á hvert. En þetta nýtist
nýkjörinni sveitarstjórn í verkefninu sem framundan þegar það kemur að vali á sameiningarvalkostum. Ef ég segi sjálfur frá þá finnst mér niðurstaðan ekkert neitt mjög afgerandi, þannig að við þurfum að taka bara samtalið hér við sveitarfélögin þegar starfið kemst almennilega í gang, hvaða viðræður eru bestar og æskilegastar fyrir þetta sveitarfélag. En það liggur alveg ljóst fyrir að yfirgnæfandi meirihluti vill að við hefjum þessar viðræður sem að verða svo alltaf að fara í kosningu meðal íbúa. Það að fara í viðræður jafngildir því ekki að sameiningu sé að ræða, því íbúarnir mun alltaf kjósa það áður til sameiningar kemur. Einhvers vill ræða þetta frekar? Það kveður sér engin hljóðs. Þá næst dagskrárliður 23, það landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það liggja hér fyrir fundagögnum kjör fulltrúa landsþing. Síðan dagskrárliður 24, það eru viðræður lán vegna íþróttamiðstöðvar, en byggðarráð fundaði með lánasjóði sveitarfélaga 4. maí síðastliðinn. Einhvers vill ræða það sérstaklega? Kristján? Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Það eins og þannig kemur fram þá hefur byggðarráð samkvæmt umboði frá sveitarstjórn fundað með lánasjóði sveitarfélaga. Það liggur fyrir þær upplýsingar frá lánasjóði sveitarfélaga að bygging svona mannvirkja eins og þarna að ræða eru lánshæf, en að sjálfsögðu vill stjórn sjóðsins hafa upplýsingar endanlega upphæð áður en að þetta tekið til umfjöllunar. Það stóð til, það var sem sagt fundur bara nánast alveg í kjölfarið af því sem að alútboðið var opnað og var búið að ræða það á fundi byggðarráðs með sjóðnum að við myndum senda þeim upplýsingar strax niðurstöður útboðs, þannig að stjórn sjóðsins gæti í framhaldi af því tekið ákvörðun lánsupphæð. Nú þegar það síðan varð ekki að þá hafði stjórnin enga upphæð til að ræða út frá og þar af leiðandi var þessu máli sleppt á dagskrá stjórnar sjóðsins. Þannig að málið bara bíður núna þannig þar að við þurfum að þegar að verður komið skýrari mynd á málið og upphæð liggur fyrir, að þá þurfum við aftur að taka upp samtalið við stjórn lánasjóðs sveitarfélaga og síðan mun stjórn sjóðsins taka þetta fyrir. Takk fyrir þessar upplýsingar, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóðs. Þá næst dagskrárliður 25, en það auka aðalfundur SSVAF. Það liggur hér fyrir fundagögnum fundaboð vegna auka aðalfundar samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og heilbrigðisnefndar Vesturlands sem mun fara fram 22. júní næstkomandi. Og svona til upplýsingar þá verður að halda þennan auka aðalfund á þessum tíma til þess að sé hægt að skipa í raun og veru nýja stjórn samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, því áður á kosninga árið til sveitarstjórnar var verið að skipa stjórn á haustþingi og það fannst mörgum óþægilegt sem voru kannski ekki lengur kjörnir fulltrúar í sínu sveitarfélagi að sitja áfram í stjórn SSVAF í 4 mánuði til viðbótar þangað til að haustþing er haldið. Sem er raun og veru verið að skipa í nýja stjórn SSVAF núna 22. júní sem tekur það raun og við starfinu við undirbúa haustþingi sem er áætlað að verði 22. og 3. september sem ég var á síðasta fundi fráfarandi stjórnar í samtökum sveitarfélagi í gær. Þá næst dagskrárliður 26, það er ársreikningur Dalaveitna 2021. Það liggur hér fyrir í fundagögnum ársreikningur Dalaveitna. Einhvers vill ræða hann? Kveður sér engin hljóðs. Þá næst dagskrárliður 27. Það er sveitarfélagaskólinn og það liggur hér fyrir í fundagögnum bara kynningum á sveitarfélagaskólanum.
Þarna eru mörg mjög gagnleg þarna verkefni sem að ég hvet nýkjörna sveitarstjórnarfulltrúa til þess að nýta sér og kynna og eflaust er líka mjög gott fyrir okkur sem erum búin að vera í þessu að fara í smá endurmenntun. Þá er næst dagskrárliður 28. Það eru mál frá Alþingi til umsagnar og það liggja hér fyrir frumvarp til laga útlendinga. Það er frumvarp til laga stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022-2036. Það er tillaga til þingsályktunar framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda. Það er frumvarp til laga sveitarstjórnarlög. Það er snýr að íbúakosningum. Og svo er frumvarp til laga skipulagslög sem að snýr að uppbyggingu innviða. Stærsta máli hérna þessum 5 eru að varðandi byggðaáætlun og það er kannski bara hér tillaga að oddvita og sveitarstjóra verði falið að gera umsögnum frumvarp stefnumótandi byggðaáætlun. Þeir sem væru samþykkir því gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrá þessa fyrsta fundar nýkjörinnar sveitarstjórnar tæmd. Næsti fundur sveitarstjórnar verður þá 5. 16. júní næstkomandi þar sem við klárum að skipa í allar nefndir. Og við tökum nú við að yfirfara fundargerð hér á skjánum en við stöðum nú upptöku.